Stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Áður en göngum til auglýstar dagskrár þá legg ég hér til að máli númer 23.06.023 umsagnarbeiðni rekstrarleyfi gististaðar í flokki 4 verði bætt á dagskrá verði dagskrárliður 9. Þeir sem eru samþykkir því gefa merki. Það samþykkt samhliða. Þá fyrsta mál á dagskrá, það kjör oddvita og varaoddvita en samkvæmt 7. grein samþykktar Dalabyggðar skal sveitarstjórn kjósa oddvita og varaoddvita til 1 árs. Og það hér tillaga að Eyjólfur Ingvi Bjarnason sé oddviti og Ingibjörg Þóranna Steinudóttir sé varaoddviti. Einhverjir sem vilja ræða þá tillögu? Guða sér engin hljóðs þess sem samþykkir henni gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst kosning aðal- og varamanna í byggðarráð og það hér tillaga að byggðarráð til 1 árs skipi Skúli Guðbjörnsson, Garðar Freyr Vilhjálmsson og Guðlaug Kristinsdóttir. Einhverjir sem vilja ræða þá tillögu? Það kveður sér engin hljóðs þeir sem samþykkir henni gefa merki. Hún samþykkt samhliða. Og þá tillaga að varamenn í byggðarráð, fyrsti varamaður sé Þuríður Sigurðardóttir, annar varamaður sé Einar Jón Geirsson og þriðji varamaður sé Ingibjörg Þóranna Steinudóttir. Einhverjir sem vilja ræða þá tillögu? Það kveður sér engin hljóðs þeir sem samþykkir henni gefa merki. Hún samþykkt samhliða. Og þá það síðasti liður á kosningu, það að kjósa formann byggðarráðs. Það tillaga að Skúli Guðbjörnsson sé formaður byggðarráðs á næsta árið. Einhvers vill ræða þá tillögu? Það kveður sér engin hljóðs þeir sem samþykkir tillögunni gefa merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst dagskrárliður 3, það eru fundir sveitarstjórnar núna sumarið 2023. En fundur sveitarstjórnar í júlí fellur niður vegna sumarleyfa. Næsti fundur sveitarstjórnar því 5. 17. ágúst næstkomandi. Á meðan sveitarstjórn í sumarleyfi fer byggðarráð með sömu heimildir og sveitarstjórn hefur ella samanber 32. grein samþykkta stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar með síðari breytingum. Stjórn númer 391 frá árinu 2018 með síðari breytingum. Einhver sem gerir athugasemd við þetta eða vill ræða þetta? Það býður enginn morðið þess sem samþykkir þessu gefa merki. Þetta samþykkt samhliða. Og þá næst dagskrárliður 4, það eru vegamál og við erum hér með drög að bókun og viðamikla skýrslu sem það þarf að kynna. Ég held að Garðar ætli að taka til máls og fjalla það starf sem hefur unnið í atvinnumálanefnd. Garðar. Oddviti, kæru fundamenn. Nú í vor hefur atvinnumálanefnd ásamt starfsmanni lagt tölverða vinnu í að safna saman upplýsingum um vegamál og aðstæður í vegamálum í Dalabyggð eins og þeir eru í dag og reyna að safna þeim upplýsingum saman og bera vegina saman til að útbúa forgangsröðun sem við getum notað áfram til að berjast fyrir okkar vegum. Hvernig standa veginir á milli, hvernig stendur aðstæður á milli vega hér og út úr þessu höfum við fengið ákveðnar hugmyndir hvernig við viljum forgangsraða framkvæmdum hérna til framtíðar eða næstu misserum og þá erum við komið gagn í hendurnar sem við getum notað til að tækla þingmenn og aðra sem að ráða þessu. En í Dalabyggð 65% vega malarvegir og það bara mjög mikið. Og ef við horfum á ferðamennina sem eru farin að koma til okkar hérna og munu aukast, þá erum við að horfa mun á sumar- og vetrarumferð í kringum 350% sem bara gífurlega mikið. Og þetta bara rétt að byrja. Og vegirnir margir eru bara ekki í neinum ástandi til að þola þessu umferð. Og peningur til viðhalds ekki það mikill að hann standi undir þessu. Svoleiðis að þessa vegi verður bara að gera nefnilega þannig þolið þessu umferð. Og eins bara með auknum umsvifum á Vestfjörðum
og að svo leið liggi hérna í gegn, að þá eru þungaflutningar í gegnum dalina orðnir gífurlegir og vegirnir þeir slitlögðu hérna í gegn Vestfjarðavegur bara alls ekki undir það búin að bera þessu umferð og því það rauninni sá stoppvegur sem það þarf að taka í gegn hérna og líkur bara mikið á að það komist og verði gert almennilega. En svona það eru framkvæmdir sem eru hafnar núna og við viljum sjá að verði samfella í eins og Skógarströndin að Skógarstrandarvegurinn verði tekin alveg í samfellu, það komi framkvæmd fram að framkvæmd og menn taki bara ákveðin kafla og það sé boðið út í framhaldinu næsta kafla. Að þetta haldist bara samfell í gegn og það verði farið alla leið. Þess að ég get verið að stoppa, það tryggir bara að við getum fengið hagstæðari boð í veginn og þess að peningur nýtist betur. Einnig þurfum við að horfa virkilega til eins og Álftafjarðar. Við þurfum að þvera Álftafjörð. Það munar gífurlegu til að tryggja betri samskipti eða Breiðafjörð að stytta vegalengdir eins og hægt og vera ekki að taka óþarfa króka. Og í þá vinnu þarf að undirbúa strax. Og svo Laxárdalsvegur sem tengivegur, hann þarf að klára. Það eru framkvæmdir núna að austanverðu, norðanverðu og þá eftir einn kafli hérna Dalamegin og það verður bara að tryggja að það verði farið í hann eins fljótt og undir. Það leið bara sem við þurfum að tryggja þannig að leiðir héðan, því þetta mikilvæg varaleið fyrir Holtavörðuheiðina og þetta mikilvæg leið fyrir Vestfjörðina og okkur sem tengingin í gegn og það verður bara að klára það. Eins fagna ég mjög að þessi búið að fá tilboð í Klofningsveginn og vonandi verður samið þar fljótlega og þar viljum við eins sjá samfellu að það verði tekin að minnsta kosti einn kafli viðbót og það sé tekið í framhaldi til að reyna að tryggja þessa samfellu og tryggja sem best boð þar. En ef við fer aðeins yfir þessar 3 vegategundir sem eru svona algengastar, sem eru þá stoppvegir, tengivegir og héraðsvegir. Ákveðnir peningar hafa verið að koma í stoppvegi og tengivegi en síðan í hrauninu hafa nánast engir peningar komið í héraðsvegi sem eru þá mjög stóri vegakaflar hérna og úr því þarf að bæta. Og það eru kannski vegir sem verið að leggja á ódýrari hátt og því þetta kannski ekki stóru peningarnir sem við erum að tala í þeirri mynd. Þannig erum við að tala ódýrari vegi, ekki eins breiða og það verið að notast meira við þá vegi sem eru og vegagerðin hérna þrátt fyrir lítinn pening hafa verið að taka þessa vegi og aðeins að byrja að undirbúa svo að sé hægt að leggja á þá. Því það verið að styrkja þá, því verið að breikka þá og það verður bara að koma fjármagn í þessa vegi þannig að það sé hægt að klára þetta og leggja á þá. Og þá hægt að gera það mögulega nokkuð hratt ef að það kemur eitthvað fjármagn. Miðað hvernig það hefur gengið þegar kemur ekkert fjármagn að þá hægt að gera mjög margt fyrir litla peninga á þessum vegum. En miðað við framkvæmdir ef við horfum fram hjá þeim framkvæmdir sem eru hafnar á Skógarströndinni og að það klárist, þá forgangsröðum við 3 köflum á Vestfjarðavegi sem þeim köflum sem við viljum sjá farið í. Fyrsti kaflinn væri frá Gröf að Snæfellsnesvegi. Það vegurinn bara mjór og það ekki mannsæmandi að mætast þarna á stórum bílum. Vegurinn ber ekki þessu umferð sem í dag og þetta verður bara. Næsti kafli væri þá frá Snæfellsnesi að Laxárdal, þar sem við höfum til dæmis Haukadalsbrúna og Mjóavegi einnig. Þetta mikilvægur stofnvegur og þetta bara þarf virðulega. Í 3.
erum við með Vestfjarðaveg frá Kjartansteini að Klofningsvegi, en þar hefur verið farið í smá lagfæringar, en þær lagfæringar voru ekki góðar og Vegagerðin hefur þurft að leggja mikla vinnu og peninga í að halda þeim vegi við sem var farið í. Og þar þarf að fara í virkilegar umbætur, svo sá vegur sé okkur til sóma. Ef hort til tengivega viljum við sjá samfelluna og að haldi verði áfram með Klofningsveg að Orrahólsvegi. Svo sjáum við að Haukadalur væri tekin þar fram og í framhaldi af því væri byrjað á Klofningsvegi hinum megin og væri farið að Fagradal. Og þar með væri verið að taka klofningin, taka sig ykkur megin til að reyna að fanga sem flest heimili og sem flesta atvinnurekendur á sem styðstum tíma. Og svo vinnum við okkur og klárum hringinn. Ef hort til Héraðsvega, þá sjáum við fyrir okkur að Hörðudalsvegur eystri væri svo vegur sem við viljum sjá fyrst lagt á. Þar hefur Vegagerðin lagt í vinnu og undirbúning og að þeim vegi liggur slitlag nú þegar. Þannig að þann veg væri hægt að fara í bara mjög fljótt og klára. Næsta ári eftir sæjum við fyrir okkur Orrahólsveg að Orrahóli og það kemur þá í beinu framhaldi að tengivegin væri búið að taka að Orrahólsvegi og svo kemur Héraðsvegurinn í framhaldinu upp á Orrahóli. Það sem fyrirtæki, það er kúabú með mikinn rekstur og það gengur skólabíl og það skiptir bara rosalega máli fyrir svo löngu leiði sem skólabílarnir að keyra að það séu almennilegir vegir. Það bætir dagana. Þriðja lagi væri þá í Héraðsvegunum væri þá Staðarhólsvegur að Kjallaksvöllum. Þannig að þetta svona þeir vegir sem við viljum setja í forgang af því sem eru ekki hafnar framkvæmdir af. Og þetta verður bara, við þurfum bara að standa í lappirnar með þessi vegamál því annars verðum við bara eftir. Það bara mjög mikilvægt. Þannig að svo eru margar aðrar tillögur og svona hvernig við viljum hátta málum og hvernig staðan hjá okkur er. Það svona hvet ég bara alla og ég vona að sveitarstjórn samþykki þetta plagg eftir og svo við getum notað það okkur til heilla og barist fyrir þessu. Svo að lokum, ég fagnaði mjög að nú séu komin nokkur tilboð í Klofningsveg og þar á eftir að semja við aðila og þar væri rosalega gott að ná nokkrum kílómetrum í viðbót. Vegagerðin hefur ýmsa möguleika í samningu við verktaka að lengja aðeins. Kaflinn framundan mjög beinn og auðveld hönnun ætti að vera. Þannig að ég vil leggja þessa tillögu fyrir sveitarstjórn. Sveitarstjórn Dalabyggðar fagnar því að nú liggur fyrir tilboð í Klofningsveg 590, Vestfjarðaveg að Kýrunastöðum. Að ræða 8,5 km. Kafla á Klofningsvegi. Vonandi hefjast framkvæmdir við þennan langsvelta veg sem fyrst jafnframt áréttar sveitarstjórn Dalabyggðar hér ósk sína til samgönguyfirvalda að allra leiða verði leitað til að unnt verða að lengja framkvæmdina sem hér ræðir. Klofningsvegur leið sem nauðsynlegt að bæta með til dæmis ástand vegar sem heimafólk búið að hristast svo áratugum skiptir á leið sinni til skóla, vinnu og annarra daglega athafna. Óplagður akur í ferðaþjónustu á þessu einstaka svæði. Nú lag því hvetjum við Vegagerðina og aðra þá sem málunum koma til þess að skoða alla möguleika sem kunna að vera til staðar til að lengja þann kafla sem á að endurbæta og hugsa strax að næsta kafla endurbóta á Klofningsvegi. Takk fyrir. Takk fyrir þessa greinagóðu yfirferð, Garðar. Fleiri sem vilja taka til máls varðandi vegamál. Skúli. Við þið góðu fundarmenn, ég vil bara þakka fyrir þessa greinagóðu skýrslu
gott að hún sé bara klár og verði það bara lifandi plagg sem hægt að nýta áfram og ég held að þetta sé bara einmitt frábært plagg til að rétta okkar þingmönnum og öðrum sem að við þurfum að kljást við til að fá einhverja vegabætur hérna í samfélagi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Skúli. Þuríður. Oddvit og fundamenn, ég ætla bara að sammála Skúla ég þakka atvinnumannanefnd fyrir miklu vinnu. Það er ótrúlega mikilvægt fyrir Dalabyggð að fá þetta skjal og verða vonandi lifandi og við höldum þessu áfram. Mikilvægt í baráttunni okkar fyrir betri vegum inn í Dalabyggð. Takk. Takk fyrir þetta Þuríður. Fleiri sem vilja taka til máls varðandi vegamál. Bjarki. Oddviti og ágætu fundamenn og aðrir tilreyndur. Byrja á því að þakka atvinnumálanefnd, Garðari og hans fólki og verkefnastjóra okkar en Jóhönnu Maríu fyrir þá gríðarlega vinnu sem hér að baki. Þetta ekkert smá plagg sem við erum komið með í hendurnar og ekki bara plagg heldur líka vopn í samtalinu við opinbera í framhaldinu. Ég held að það skiptir gríðarlegu máli og hér eru hlutinni setti fram málefnalega, skýrt og allar tölulegar staðreyndum, öllum tölulegum staðreyndum haldið til haga. Þó svo við vitum að til að mynda eins og Skógarstrandarvegurinn að það eru umferðartölur sem eru þar í dag, rauntölur, væri ekkit í líkingu við það sem þær eru í dag ef að vegurinn væri fær meira og minna allt árið. Ég held að það sé og það er tekið á því í skýrslunni og það er gríðarlega mikilvægt líka að við höldum því á lofti að Skógarströndin eins og Klofningur er vannýtt auðlind, svo sannarlega. Ég fór Klofning í gærkvöldi í einstöku veðri, einstakri veðurblíðu og þetta er einstakur staður eins og Garðar segir í bókunni hérna áðan. Þannig að það er svo sannarlega gríðarleg tækifæri til staðar til að ná inn fleiri gestum og enn meiri tekjum í Dalabyggð. Þannig að þetta skiptir gríðarlegu máli og ég held að sé mikilvægt að sveitarstjórn Dalabyggðar sammælist það að styðja við þessa skýrslu, þetta plagg og þetta vopn. Þannig að við getum í framhaldinu veifa því framan í fólk sem heldur utan fjárveitingar, tekur ákvarðanir næstu framkvæmdir, stórframkvæmdir í vegamálum á landinu öllu, hvort sem það eru forráðamenn vegagerðarinnar, ráðherrar, ráðuneytisfólk eða þingmenn, þannig að þetta skiptir máli. Og líka fyrir íbúa Dalabyggðar að sjá að sveitarstjórn Dalabyggðar er á vaktinni. Það skiptir máli. Læt þetta duga í bili. Takk fyrir þetta Bjarki. Fleiri sem vilja taka til máls. Biður enginn orðið. Það er taka hérna fyrst í raun og veru bara skýrsluna og þarna sem bæta við. Ég vil bara þakka atvinnumálanefnd fyrir þessa góðu vinnu og þetta viðamikla skjal og jafnframt vil ég bara hvetja þá sem hlusta hér á þessa upptöku og íbúa Dalabyggðar og alla aðra til þess að kynna sér efni þessara skýrslu vel þegar hún birtist núna með fundargerð og eftir. En ég verði bara haldið vel á lofti í framhaldinu. En þessum bara tillaga að sveitarstjórn samþykki þessa skýrslu og hún verði bara verkfæri í verkfærakistu Dalabyggðar á komandi misserum. Þessum að einhver vilja ræða þá tillögu. Þessum eru samþykkir því, gefumerki. Það er samþykkt samhliða. Svo las Garðar hér upp tillögu áðan að þarna bókun varðandi Klofningsveg. Einhver vilja ræða þá tillögu sérstaklega. Takk fyrir þessi ljós. Þessum eru bara samþykkir þeirri bókun, gefumerki. Það er samþykkt samhliða. Og svo að endingu þá, kannski umræðan fór ekki mikið út í samgönguáætlun sem var kynnt hér fyrir 2 dögum og er í samráðsgátt. Þá myndi ég bara vilja leggja það til að við felum byggðarráði að veita umsögn við samgönguáætlun í samráðsgátt. Það er hafa allan júlímánuð til þess. Þannig að það er að nægu að taka og ég held að sé nægur efni viður í þessari skýrslu. Ég mætti kannski senda hana bara inn sem umsögn samgönguáætlun og segja að þetta væri númer 1 á Íslandi. En þessum eru samþykkir því að byggðarráð veiti þessu umsögn, gefumerki.
Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst jafnréttisáætlun, en það liggur hér fyrir í fundargögnum uppfærsla á jafnréttisáætlun Dalabyggðar. En hún er sett samkvæmt 13. grein laga nr. 151/2020 stjórnsýslu jafnréttismála að þá skulu sveitarstjórnir að loknum sveitarstjórn sjá til þess að sveitarfélagið setji sér áætlunum jafnréttismál fyrir nýtt kjörtímabil. Áætlun skal lögð fram til samþykktar í viðkomandi sveitarstjórn eigi síðar en ári eftir sveitarstjórnarkosningar og hún rædd árlega í sveitarstjórn og endurskoðuð eftir þörfu. Við erum á allra síðasta séns, það er ár frá síðustu sveitarstjórnarkosningum til þess að leggja fram uppfærða jafnréttisáætlun. En er einhverjum sem vilja ræða jafnréttisáætlunina efnislega eða það plagg sem liggur hér fyrir? Það kveður sem ekki hljóðs þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða, en svo svona í framhaldinu þá bara er nauðsynlegt að við höldum þessari jafnréttisáætlun bara vel að íbúum og starfsfólki og kannski bara með fréttamálum á heimasíðu bara til að upplýsa fólk það hvað felst í þessar áætlun því að þetta er verkfæri sem á að nýtast henni og vera haldið á lofti en ekki að fara hún í skúfu og geymast þar þangað til 15. júní að ári. Þá er næst dagskrárliður 6, það er umsókn um framkvæmdaleyfi vegna skógræktar á Hóli í Hörðudal. Og það er hér drög að bókun, að fyrirvarar umhverfis- og skipulagsnefndar fyrir samþykkt umsóknar um framkvæmdaleyfi eru uppfylltir. Grenndarkynningu er lokið með undirritun samþykkis landeiganda að Hóli 2. Jafnframt liggur fyrir að skráðar minjar eru utan svæði sem framkvæmdaleyfis umsókn tekur til. Sveitarstjórn samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfis í samræmi við 13. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Einhver sem vil ræða þessa bókun og þetta mál sérstaklega, það er búið að taka þetta fyrir hjá einhverju skipulagsnefnd og samþykkja þar, en sveitarstjórn þarf í raun og veru að staðfesta það. Það kveður sér engi hljóðs þeir sem eru samþykkir þessu gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 7, það er samstarf félagsþjónustu. Ég veit að Bjarki ætlar að taka þetta til máls. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Varðandi 7. lið samstarf félagsþjónustu þá felst sá liður í því að við höfum núna síðustu mánuði verið í samskiptum við nágrann okkar Reykhólum og Ströndum varðandi aukið samstarf í ýmsum málum og þar á meðal varðandi félagsþjónustu. Og nú liggur fyrir staðfesting frá sveitarfélögunum, hlutaðeigandi og félagsmálanefndinni sameiginlegu þeirra samþykki fyrir því að veita Dalabyggð aðild að þessu samstarfi. Þannig að í rauninni mitt erindi hér til sveitarstjórnar er að óska eftir heimild að við höldum áfram þessu samtali. Við eigum eftir að forma samning, fyrirkomulag, skipun nefndar og annað í þeim dúr, kostnaðarskipting og fleiri praktíska þætti áður en við getum farið að láta hlutina fungera. Þannig að það er í rauninni bara erindi mitt hingað upp að óska eftir heimild sveitarstjórnar að við höldum áfram þessu samtali. Þegar og ef við náum samningum þá náttúrulega felst sömuleiðis í því að við þurfum að uppfæra samþykktir Dalabyggðar skipan nefnda og fyrirkomulag á samþykktunum. Þannig að það er í rauninni það sem við höfum eftir síðan að koma með til sveitarstjórnar aftur. Fyrsta lagi munum við upplýsa byggðaráð og félagsmálanefnd gang viðræðna þegar við förum í útfærsluna tæknilegu og síðan allt varðar fjármál, þá er það byggðaráðs og svo er það sveitarstjórnar að taka samþykktirnar til umræðu og það í tveimur umræðum. Þannig að það er svolítið í höfn en allavega málið er í ferli. Takk. Takk fyrir þessa kynningu, Bjarki. Einhverju sem vilja ræða þetta mál sérstaklega. Þá er bara í raun og veru bara tillagan hér að við veitum sveitarstjóra umboð til þess að vinna þetta mál áfram fyrir hönd sveitarstjórnar. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu. Þeir sem eru samþykkið því gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 8. Það er
umsagnarbeiðni vegna rekstrarleyfis gististaðar í flokki 4 og þetta eru Dalahettur í Hörðudal. Og ég er bara með drög að bókun að sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir að leyfið verði veitt með fyrirvara umsagnir annarra aðila og þess að rekstraraðili sé með samning vegna sorphirðu. Einhver sem vill ræða þessa tillögu? Það kveður sér engin ljós, þeir sem eru samþykkir þessu gefið merki. Þetta er samþykkt samhliða. Og þá er dagskrárliður 9, svo sem við bættum hér á dagskrá, það er umsóknarbeiðni vegna rekstrarleyfis gististaðar í flokki 4. Það er hér Dalía á Miðbraut 15 og það er aðeins ítarlegri bókun hér vegna þess að það hús er staðsett inn í þéttbýli. En bókunin er svo hljóðandi: þessi starfsemi sem sótt er samræmist aðalskipulagi Dalabyggðar 2020-2032. Miðbraut 15 er á miðsvæði M1, landnotkunarflokkur miðsvæði er meðal annars fyrir hótel, veiting og gistihús samkvæmt skipulagsreglugerð. Miðsvæði M1 segir meðal annars svigrúm til uppbyggingar fjölbreyttar verslunar og þjónustustarfsemi, svo sem verslun, veitingahús, ferðaþjónustu, söfn, menningarstofnanir, félagsheimili, stjórnsýsla, skrifstofur, aðstaða viðbragðsaðila og heilbrigðisþjónustu, auk íbúða. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir að leyfið verði veitt með fyrirvara umsagnir annarra aðila sem og að rekstraraðili sé með samning vegna sorphirðu. Einhver sem vill ræða þetta mál frekar? Það kveður sér engin ljós. Þeir sem eru samþykkir þessari bókun, hún er samþykkt samhliða. Og þá er næst fundargerðir til staðfestingar og það er fyrst fundur byggðar á Dalabyggðar, fundur nr. 309. Einhver vill ræða þessa fundargerð, einstaka dagskrárliði eða fundargerðin efnislega? Það biður enginn orðið. Þeir sem eru samþykkir fundargerðin gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er það fræðslunefnd Dalabyggðar, það er fundur 121. Einhver vill ræða þá fundargerð? Ingibjörg. Oddviti, aðrir fundarmenn, mér langar bara aðeins að koma inn á aksturinn. Sem sagt, vonandi hef ekki farið fram hjá neinum að SSV fékk í samstarfi við Dalabyggð tæplega 13 milljónir krónur í styrk til að koma á akstri frá Búðardal til Borgarness. Og þetta er bara gífurlega jákvætt fyrir sveitarfélagið og áætlunin er að koma því þessu á stað strax í haust. Mér langar bara að koma inn á hér alveg eins og ungmennaráðsfundunum áðan að þetta verður maraþon, ekki sprettur. Og þó að þessi styrkur sé til 2 ára, þá er samt planið að tilraunaverkefni verði til 5 ára og vonandi verður þetta búið að festa sig í sessi í samfélaginu þá að þetta verði vel nýtt af ungmennum og öðrum. Takk. Takk fyrir þetta og tek undir með Ingibjörg að þetta er algjörlega frábær styrkur og frábært verkefni sem að þarna fyrir styrkur til, en einhverju fleiri sem vilja ræða fundargerð fræðslunefndar. Svo er ekki. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar, það er fundur 138. Einhver sem vill ræða þá fundargerð? Það kveður sér engin ljós. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það menningarmálanefnd Dalabyggðar, það er fundargerð fundur nr. 33. Einhver sem vill ræða þá fundargerð? Það kveður sér engin ljós. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það dagskrárliður 14. Það er atvinnumálanefnd Dalabyggðar, fundur nr. 39. Einhver sem vill ræða þá fundargerð sérstaklega? Það var aðalmáli vegamál og Garðar hélt langa ræðu fyrir áðan. Ég veit ekki hvort hann ætla að endurtaka þá ræðu hér, en svo er ekki. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá eru hér fundargerðir til kynningar. Það er fyrst fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það eru hér, liggja hér fyrir fundargögnum nokkrar fundargerðir stjórnar. Einhver sem vill ræða þær? Svo virðist ekki vera. Og þá eru það fundir Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Það liggja hér fyrir fundargerðir stjórnar Heilbrigðiseftirlitsins. Einhverju sem vilja ræða þær? Svo er ekki. Og þá er það dagskrárliður 17. Það eru fundargerðir
Breiðafjarðarnefndar leggja hér fyrir 3 fundargerðir, einhver sem vilja ræða þær fundargerðir. Svo ekki og þá það síðasta mál á dagskrá, það skýrsla sveitarstjóra frá störf frá síðasta fundi og ég ætla að gefa Bjarka orðið. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Þegar ég settist niður einhvern veginn í gær og ætlaði að fara að skrifa skýrslu þá hugsaði ég verið nú snöggur af þessu. Þetta ekkert svo sem margt búið að vera að afgreiða og annað slíkt en svo þegar upp að staðið þá var þetta orðin með lengri skýrslum sveitarstjóra sem að hafa litið dagsins ljós síðan ég hóf störf hérna. Þannig að það er margt í gangi og það er bara skemmtilegt og það er ánægjulegt og það er hellingur af tækifærum í svo mörgu sem að við að fást þessa dagana og þessi misserinn. Fyrst vil ég nefna að núna 1. júní vorum við jafnmörg og 1. maí íbúar Dalabæjar 663, 10 fleiri heldur en áramót, þannig en vonandi mun okkur fjölga á komandi vikum. Næst það skólaslit Auðarskóla sem fóru fram þann 2. júní síðastliðinn. Undirritað náði að vera viðstaddur fyrir hluta skólaslitanna og hlýtt á ræðu skólastjóra og tónlistarflutning nemenda sem stóðu sig atburðar vel. Það voru auglýstar allmargar lausar stöður við skólan núna í vor og verið að vinna úr umsóknum og fara yfir skipulag einstakra verkefna. Nokkrar af þessum stöðum sem auglýstar voru þurfti að auglýsa þó mannaðar væru og þá með tillit til fagmenntunar einstakra starfsmanna. Verið að undirbúa útboð á rekstri mötuneytis, grunn- og leikskóla og fer það í loftið í næstu viku vonandi og einnig verið að skoða fyrirkomulag varðandi ræstingu í grunnskólanum. Talandi skólamál, þá erum við í viðræðum við aðila skólaþjónustu Auðarskóla til aðstoðar og þá varðandi kennsluhætti og aðra stoðþjónustu. Vonandi nást lyktir í það samtal nú á næstu vikum þannig að við getum hafið nýtt skólaár með stoðkerfi skólans okkar mikilvæga fullmótað þannig að aðstoð við skólastjórnendur og starfsmenn skólans verði með sem bestum og markvistustum hætti. Nú viðræði við Akraneskaupstað varðandi þjónustu og samstarf í barnaverndarmálum nú á lokametrum og vonir standa til að samningsdrög verði tilbúin innan skamms. Von mín stendur til að þetta samkomulag verði í rauninni einungis upptaktur af því að samstarf á Vesturlandsvísu komist á þannig að þessum málaflokki verði þannig fyrir komið í framtíðinni að sameiginleg barnaverndarþjónusta verði í landshlutanum öllum. Eftir sem áður mun samskiptastöðin sinna daglegum verkefnum meðan þörf krefur hér í Dalabyggð. Fyrir skömmu fór í loftið auglýsing nýtt starf verkefnastjóra fjölskyldumála líkt og byggðarráð og sveitarstjórn höfðu samþykkt að koma á fót. Umsóknarfrestur til 27. júní næstkomandi og verður spennandi að sjá hver viðbrögðin verða. Við vorum svo lánsöm hér í Dalabyggð að kjarabarátta sú sem átti sér stað í byrjun júní hafði ekki áhrif á starfsemi okkar stofnana. Samningar hafa nú náðst á milli Sambands íslenskra sveitarfélaga og BSRB en Dalabyggð eins og langflest sveitarfélög landsins hefur falið sambandinu samningsumboð sitt þannig að starfsmenn Dalabyggðar innan BSRB fá nú kjarabætur eins og flestir starfsmenn hafa nú þegar fengið það sem af ári. Vonandi nást síðan langtímasamningar næsta vetur þegar núverandi samningar flestir losna. Mikilvægt að meiri ró skapist á vinnumarkaði en veru hefur, þó við í Dalabyggð getum ekki kvartað. Hér hefur verið ró og spekt og engin verkfull og vonandi verður svo áfram. Nú, eins og kom hér fram á fundinum áðan, þá hefur fengist formlegt samþykki að aðild Dalabyggðar félagsþjónustu Reykhóla og Stranda. Viðræður endanlega útfærslu fara nú í gang og stefnt að því að allt fer sem horfir til að breyttum samþykktum sveitarfélagsins verði kynntar í ágúst eða september. Varðandi samstarfsverkefni okkar með Reykhólum og Ströndum í skipulags- og byggingamálum, þá hefur VFSO kynnt sína fyrstu sviðsmyndatillögu þessa málaflokks. Það skipulag að miklu leyti með svipuðu formi og gengið hefur vel á Suðurlandi undanfarin ár. Það sama upp á teninum hér og varðandi félagsmálin. Samtalið í gangi og ef vel gengur þá verður komið fram tillaga að breyttum samþykktum Dalabyggðar á fundi í ágúst eða september. Og þær tillögur sem VFSO hefur sett fram hafa verið kynntar bæði umhverfis- og skipulagsnefnd og byggðarráði Dalabyggðar. Undirritaður átti fund með fulltrúum Vegagerðarinnar núna í vikunni varðandi umferðaröryggi og umferðarhraða hér í gegnum Búðardal. Í kjölfar þess fundar fékk ég staðfest að sett verða upp að nýju tæki sem mæla umferðarhraða og láta ökumenn vita af því við innkeysluna beggja vegna.
Einnig á að skipta út merkingum á umferðareyjum og setja upp skilti við gangbrautar beggja vegna. Einnig er til skoðunar hvernig og hvort rétt sé að setja upp frekari hraðahindranir við afkomuna beggja vegna og eigum við von á viðbrögðum við því á næstunni. Vegagerðin opnaði tilboð í Klofningsveg í vikunni og 4 tilboð bárust í þennan kafla, 8,5 km eins og hefur verið rækilega farið yfir hér fyrr á fundinum. Og það von mín og okkar allra að Vegagerðin gangi fljótt og vel til verka og semji verkið á næstunni. Og eins og fram hefur komið þá munum við þrýsta á það að reynt verði að lengja þennan kafla eins og kostur er. Og eins og formaður atvinnumálanefndar kom inn á þá eru ákveðin svigrúm til þess í verkheimildum Vegagerðarinnar að semja við verktaka lengingu einstakra þátta og tala nú ekki ef tengivegarpotturinn að þess sé svigrúm innan hans þá það léttir það líf. Nú ég ætla ekkert að tíunda frekar varðandi skýrsluna góðu og þétt setnu sem við ræddum hér áðan, nema bara ítreka þakkir til atvinnumálanefndar og starfsmanns hennar fyrir þá miklu vinnu sem í þetta skjal var svo sannarlega lögð. Nú, samtal við heilbrigðisráðuneytið varðandi uppsögn á samningi um rekstur hjúkrunar og dvalarrýma á Silfurtúni nú hafið. Er það markmið okkar eins og fram hefur komið að sama gildi okkur og hefur gerst annars staðar á landinu þar sem sveitarfélög skila rekstrinum að viðkomandi heilbrigðisstofnun í landshlutanum yfirtaki reksturinn. Einnig hafin vinna samkvæmt umbótaáætlun fyrir Silfurtún í kjölfar úttektarskýrslu sem unnin var af embætti landlæknis. Er það verkefnastjóri hjúkrunar á Silfurtún sem heldur utan daglega framkvæmd þeirrar vinnu. Nú varðandi sölu eigna þá stefnan að jörðin Sælingsdalstunga fari í sölumeðferð núna í lok júní, bara á allra næstu dögum. Afmörkun landamerkja og aðrir þættir hafa aðeins tafið þá aðgerð því miður en það sér fyrir endan á þeirri vinnu. Íbúðin okkar á Sunnubraut 1 komin á söluskrá og síðan til viðbótar að ekki hefur okkur enn tekist að selja félagsheimili eða Staðarfelli en vonandi kemst skrifuð það mál í sumar. Þannig að við erum markvisst að reyna að fækka bæði fermetrum og hekturum í eigu Dalabyggðar. Nú undirritaður fór ásamt öðrum fulltrúum frá Dalabyggð á fund á vegum Heilbrigðiseftirlits Vesturlands í Stykkishólmi fyrir stuttu þar sem til umfjöllunar voru fráveitumál á Vesturlandi. Umsjónarmaður framkvæmda hér hjá okkur í Dalabyggð kynnti þar stöðu mála hjá okkur í Dalabyggð. Mikilvægt að við komumst af stað í framhald á vinnu við fráveitun okkar hér í Búðardal í sumar því tæki og búnaður komin til okkar og því ekkert að vanbúnaði þegar skipulagsmálin klárast og aðalskipulagið okkar. Nú undirritaður ásamt tómstundafulltrúa fundaði með fulltrúum félags eldri borgara fyrir stuttu. Til skoðunar hvort og þá hvar félagið, þar að segja eldri borgarafélagið, fá aðstöðu í húsakynnum Dalabyggðar til að sinna sínum störfum og fundum. Boltinn nú hjá félagi eldri borgara en nefndir voru valkostir til skoðunar á fundinum og planið að við hittumst aftur áður en starf félagsins fer af stað að nýju þegar sumri hallar. Núna í vikunni hófst starfsemi vinnuskólans okkar. Það hefur viðrað vel á hópinn okkar þessa fyrstu daga og nú þegar ber umhverfið okkar þess merkið að hópurinn farin af stað og vonandi tókuð eftir umhverfinu í kringum stjórnsýsluhúsið og skólan okkar þegar þið komið til fundar ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Þetta eru hörkuduglegir krakkar og sem að Sigríður okkar Jónsdóttir heldur utanum og það greinilegt að það vel skipað í þá stöðu. Nú áfram í umhverfismálunum en nú sláttur hafinn á vegum Dalabyggðar og það Helgi Fannar og hans fólk sem mun sjá slátt á vegum Dalabyggðar í sumar. Þar einnig allt farið á fullt og Helgi Fannar og hans fólk eru á þönum þorpið að slá þannig að fyrir 7. júní verði þorpið sem snyrtilegast. Nú einnig rétt að nefna það ómetanlegt það framlag sem Svavar Garðarsson veitir samfélaginu okkar hvað varðar slátt og aðra umhirðu opinna svæða. Á Svavar miklar þakkir skildar fyrir sitt óeigingjarna starf. Nú nokkur umræða hefur orðið tímasetningu smölunar fjár í haust og eins varðandi stöðu varðar afgangsfé. Ekki afgangsfé eins og verið að tala í sumum fjölmiðlum landsins þegar talað sauðfé. Það afgangsfé sem hér til umræða. Ekki útlit fyrir að verði neina breytingir í haust hvað varðar tímasetningu leita og rétta. Varðandi afgangsfé og stöðu sveitarfélaga í þeim efnum þá boltinn enn hjá sambandi íslenskra sveitarfélaga og ráðuneytum hvað varðar einhver viðbrögð í þeim efnum í kjölfar úrskurðar dómsmálaráðherra fyrr á þessu ári.
Meðan staðan svo ekki tilefni fyrir Dalabyggð né önnur sveitarfélög að taka frumkvæði í þessum máli. Undirritaður ásamt verkefnastjóra, staðgengli sveitarstjóra áttum fund með framkvæmdastjóra leigufélagsins Bríet í vikunni. Farið var vítt og breytt yfir frekari möguleika hvað varðar samstarf á milli Dalabyggðar og félagsins. Þörf á frekari uppbyggingu húsnæðis í Búðardal og skiptir þetta samtal miklu máli í þeim efnum. Varðandi húsnæðismál þá voru framkvæmdirnar við Bakkahvamm 15 nú á lokamötrunum og 3 glæsilegar íbúðir nálgast á stöðu að hægt verði að flytja inn. Unnið nú að tengingum og lögnum út í götu og verður vonandi í kringum mánaðamótin næstu hægt að fara að undirbúa allan frágang þessar mikilvægu framkvæmdar. Í lok maí kom til okkar hópur frá Háskólanum á Bifröst og stoppaði hjá okkur í Nýsköpunarseturinn okkar og átti við okkur samtal stöðun í Dalabyggð og öllu tækifæri og áskorunni sem við stöndum frammi fyrir. Það gaman að finna fyrir því að Dalirnir og hvað við erum að gera að vekja athygli og umtal og hvetur það okkur til áframhaldi vinnu á þann nótur sem við höfum lagt með samheldni og sóknarhug að vopni. Starfsmenn stjórnsýslu Dalabyggðar áttu góðan vinnufund fyrir stuttu þar sem farið var yfir og fengnir góðir gestir til að ræða við sóknarfæri í gerð verkferla, rafrænnar stjórnsýslu og uppbyggingu fræðsluáætlunar. Stefnan að halda þeirri vinnu áfram í haust og koma á fræðsluáætlun og að byggja upp starfsmannahandbók með verkferlum þannig ekki verði glufur innan gæsalappa í starfsemi og afgreiðsluháttum sveitarfélagsins. Eins og kynnt hefur verið þá barst jákvætt svar frá Byggðastofnun þar sem fengust 12,8 milljónir í tilraunaverkefni til að samþætta og opna á akstur úr Búðardal í Borgarnes fyrir bæði nemendur og almenning. Þannig verður meðal annars hægt að bjóða framhaldsskólanemum í Dalabyggð skólaakstur úr Búðardal í Menntaskóla Borgarfjarðar. Markmið að bæta þjónustu við nemendur og almenning sem og að skapa betri nýtingu í rekstri þessara það var auka, það snýst ekkert rekstur þessi aðgerð, hún snýst þjónustu og þjónustustig. Það var auka orð sem slæddist þarna inn. En það mikið fagnaðarefni að þessi stuðningur hafi fengist og vonandi tekst okkur í sameiningu að gera þetta verkefni þannig úr garði að það sé komið til að vera. 5. 1. júní síðastliðinn var úthlutaður úr frumkvæðasjóði Dalaðis og var úthlutunarhátíðin haldin í Nýsköpunarseturinu hérna niðri. Þetta var í annað sinn sem úthlutað var úr frumkvæðasjóði Dalaðis og voru rúmar 12 milljónir til úthlutunar af þessu sinni líkt og í fyrra sinnið og fengu 21 verkefni styrk í þetta sinn. Vil ég óska styrkhöfum til hamingju hér eins og á úthlutunarhátíðinni. Öll þessi verkefni jákvæðu sinn hátt Dalabyggð til heilla. Undirritað fékk þann heiður í lok maí að taka fyrstu skóflustunga að jarðhýsi sem reisa á að Eiríksstöðum. Verkfæri sem notað er svokallaður trépoll eða reka sem til á Eiríksstöðum og var einmitt verkfærið í svona vinnu á landnámsöld. Ég hef meðhandlað beittari verkfæri en þetta slapp til með góðri aðstoð. Minjavernd EHF bauð fulltrúum Dalabyggðar í heimsóknin í Ólafsdal upp úr miðjum maí. Það var mjög áhugavert að fá að kynna sér áform minjaverndar hvert skuli stefna í uppbyggingu þessa merkastaðar. Meðal þess sem rætt var við minjavernd það í rauninni mátti lesa það datt eitthvað á milli að það minjavernd í rauninni ætlar við bara klára framkvæmdir og fá svo aðra fagaðila til að sjá rekstur í framhaldinu. Einnig var rætt endurbætur á vegi inn dalinn og mikilvægt væri að aðilar töluðu einum rómi gagnvart vegayfirvöldum varðandi það að það fjármagn sem í endurbætur færi fengist úr öðrum sjóði en svokölluðum tengivegabóti. Þetta gríðarlega mikilvægt mál að við fáum vegayfirvöld og ráðamenn þjóðarinnar til að samþykkja það að þessi mikilvæga framkvæmd inn í Ólafsdal, hún sé ekki að aftara öðrum mikilvægum framkvæmdum í Dalabyggð. Það skiptir miklu máli. Og það var algjör einhugur þeirra sem sátu við borðið inn í Ólafsdal að við þyrftum að hjálpast að við þetta. Nú unnið að því að uppfæra sérfræðiálit vegna uppbyggingar áforma okkar varðandi íþróttamannvirki og stefna svo að það liggi fyrir næstu mánaðamót. Ýmsar breytur í rekstri Dalabyggðar hafa breyst frá því í febrúar síðastliðinn þegar fyrra álit var unnið. Vextir og fjármagnskostnaður enn mjög hár og 13. stýrivaxtahækkunin dró þar ekkert úr. Engu að síður hefur Lánasjóður sveitarfélaga nú gefið færi á samtali mögulega lántöku úr þeim flokki sem Dalabyggð hentar, þar að segja lán til 33 ára, en fyrr á árunum var einungis að ræða lántöku úr lánaflokknum með 16 ára lánstíma. Sá endur og uppgreiðslutími of stór biti fyrir rekstur Dalabyggðar.
Einnig hefur verið opnað á viðræður fjármögnun frá öðrum aðilum en Lánasjóði sveitarfélaga þannig að vonandi færist við nær því að geta fjármagnað þessa mikilvægu framkvæmd á eins ásættulegum kjörum og hægt er. Nú, 17. júní hátíðahöldin, næstkomandi laugardag, munum fram hér við og umhverfis húsnæði Dalabyggðar að miðbraut. Dagskráin hefst klukkan 11 og það er skátafélagið Stígandi sem hefur veg og vandað undirbúningi ásamt verkefnastjóra okkar. Og síðan klukkan 13 verður glímufélag Dalamenna með sýningu og dagskrá í tilefni 25 ára afmæli félagsins í Dalabúð og ég segi að það er auglýst vöffluhlaðborð þannig að það er eins gott að vera léttur á fóðurum í hádeginu þannig að pláss verði fyrir vöfflurnar og vil ég hvetja alla íbúa Dalabyggðar og gesti okkar til þátttöku og til að fagna þessum hádegisdegi okkar. Ekki meira sinni. Takk fyrir mig. Takk fyrir þessa greinargóðu skýrslu, Bjarki. Þá er dagskrá fundarins tæmd og við slítum nú upptöku og yfirförum fundargerð hér á skjánum og undirritum. Og ég bara óska öllum gleðileg sumars og menn njótið þess að taka einhvers sumarfrí og vera í orlofi og við hittumst hér aftur 5. daginn 17. ágúst næstkomandi á fundi í sveitarstjórn.